Ég ei efnismikil, ekki lengi verð. Vertu fljótur heim, ég veit get svörið þig. Sem viltu þá vita veður of sannsk mín. Verðist bara að spyrja, spjara vel flýtir að fylgja. Ég varmindar á mun, já. Mín bíður það besta, banamein að jörð, að leysast upp í læði, litar tímans Verðist bara að spyrja, spjara vel flýtir að þykja. Mér varmindar á mun. Já, mér stendur Óli Jón Gunnarsson, bæjarstjóri í Borgarnesi, og mig langar til að spyrja Óla Jón, fyrir nokkru var Borgarnesbær meirihlutar eignaðarlíf Símans hf. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrirtæki fyrir atvinnulíf í Borgarnesi? Það hefur verulega þýðingu. Þetta er fyrirtæki sem stefnir að verði með 10-15 manns í vinnu, og ég vænti þess að það komi fyrir að styrkja atvinnustarfsemi í Borgarnesi verulega. Við höfum húsnæði fyrir þetta og starfsskyldu fólk sem vann í skránaðinnar áður, þannig að ég reikna með að þarna verðum góða samnýtingar að það. Þessi gerir þess til staðar, en hvenær var áætlað að starfsemi hefðist hér í Borgarnesi? Það þegar farnir fyrstu starfsmenning í starfsælum fyrir Mosfellsbæ, og ég reikna með að við verðum upp á mánaðamótunum verðum fleiri starfsmenn ráðnir til viðbótar og flutningur verður síðan í kringum áramóta. Hér höfum við mynd af dagskránni sem var send í öll hús í Borgarnesi. Dagskrá fyrir 125 ára verslunarafmæli Borgarnes. Hátíðahöldin hófust á föstudegi 20. mars með opnun afmælisýningu nemenda í grunnskóla Borgarnes. Þar var ýmislegt til gaman gert. Þar var sýning nemenda á ýmsum atburðum frá því að verslun hófst í Borgarnesi. Einnig voru afhent verðlaun og ýmislegt annað. Síðan var laugardeginum afmælið. Verðist bara að spyrja, spjara vel flýtir að þykja. Mér varmindar á mun, já. Mín bíður það besta, banamein að jörð, að leysast upp í læði,
er litar tímans og höfðist bara að spyrja, spjara vel þig flýtir áfylgja mér varvindar á bug svo höfðist bara að spyrja. Góðir gestir, verið þið öll hjartanlega velkomin við opnun þessara afmælistíðinda okkar hér í grunnskólanum. Ég býst nú ekki við að ég megi svona formlega opna afmælishátíð Borgarnesbæjar, en það er að sjálfsögðu eins og þegar stór hátíð þá dugir ekki einn aðfangadagur, það eru 2 aðfangadagar og ég get vissulega opnað fyrri aðfangadag þessa afmælis með þessari sýningu okkar. Mig langar til að þakka þeim 6 ára börnunum fyrir sönginn áðan. Því miður þá Reykjavík, það er sumir svo langt þarna í burtu að þeir hafa ekki heyrt þessa ljúfu tóna Stínu í búðinni, en það fór vel á því einmitt með þetta verslun afmæli og einkum og sér í lagi eiga þau kannski skilið Ellen og Klossi fyrir sín ágæta einsöng. Mig langar til að segja ykkur aðeins frá þessari sýningu sem að við höfum, það er mislangt frá því við byrjuðum að undirbúa hana, sumt er búið að vera lengi í undirbúningi, sumt skemur, en á bakvið sumt af þessu sem hér er sett upp er geysimikil vinna og ég vil segja að þetta hefur tekist þrátt fyrir það að við erum mörg hjálp í eldinum, við erum með þessa sýningu, við erum afsáttir, við erum þar fyrir utan að kenna hér í framhaldsdeild og það hefur nú sumt farið svona svolítið í kross þessa síðustu daga, en þetta hefur tekist vonum framar og það er vegna þess að við erum með mjög góða starfskrafta hér og ég vil segja suma frábæra, því að ég held að sumt af þessu sem er búin að gera sér ekki hægt. Mig langar líka til að segja ykkur að margt af þessu sem að börn hér hafa unnið og sett upp hér með línuritum, súluritum og stífuritum sem að eru svona statistík eða niðurstaða á ýmsum könnunum. Ég ætla að biðja ykkur að taka það ekki kannski, við berum ekki ábyrgð á því að það sé alveg hárrétt, en það er að minnstakosti mikil í áttina, þannig að hér er að finna margar upplýsingar, mikinn fróðleik bæinn okkar eins og hann er í dag, eins og hann var og jafnvel eins og hann verður, eins og kannski má sjá hér sumstaðar á veggnum. Ég ætla ekki að segja meira frá sýningunni, annað en að það er
sjálfsagt að skoða hann alla vel og andlega og þó svo hann standi núna bara til klukkan 7 að þá allt í lagi að koma aftur á morgun og meir en allt í lagi, það er meira sér æskilegt að nefn komið aftur á morgun því þá alltaf nefndar hér að selja hérna brekta. Þá erum við með árshátíðin okkar sem að ég er núna í miðjum klíðum, búin að 3 sýningar, raunar kannski bara ein eftir. Hún er meira en árshátíð og meira en afmælissýning því að hún er líka liður í þátttöku í samkeppni á vegum áfengisvarnaráðs. Það er eins og þið kannski ekki veitu, þá er þarna með að flytja leikrit varnaráðs sem samkeppni flutning og til verðlauna að vinna og þetta verður sjálfsögðu myndskap. Það er núna tækninni fyrir að fara, við höfum vídeó og við höfum ýmsa aðra tækni til þess að festa þetta í sýninguna og hver veit nema okkar leikflokkur komist þar á pall, það er aldrei að vita. Mig langar líka ekki nógu stórt umslag. Afmæliskonfekt, það er unnið af mikilli alúð. Það eru allir nemendur 6 ára bekkjar sem lögum hönd á blógin. Það er eitthvað strik frá öllum. Og svo er meira að segja hér langur listi. Það er skrifað bæði innan og aftan á. Það er ekki allir nemendur skólans en það er ansi margir. Og þeir sem að eru ekki hérna ára aðrir bara fulltrúar fyrir það. Og ég vil afhenda sem sagt bænum okkar og þú takir vitni fyrir hans hönd. Gott frá okkur, afmæliskort. Ég þakka kærlega fyrir þetta kort og við verðum hjá borgarins bærin að varðveita það vel og jafnvel smækka það að komast í umslag og gera það kannski eitthvað úr því framhald af því. Takk fyrir kærlega. Kali 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 sum kali kali sum kali 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 sum kali kali sum 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 kali 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 sum kali kali.
afskaplega glaðar í þær hátíð og á fánanum stendur 125 ára verslunarafmæli. Unnið af 6 ára barni. En það er einmitt framhaldið að þessari dagskrá okkar að gera upp þessa samkeppni og tvær aðrar sem að fjölluðu sögu og ljóðagerð og ég ætla að kalla það til Erling Ólafsson og Jón Björnsson. Þessa samkeppni, þá vildum við hafa eitthvað fyrir alla og þá kom það fram úr hugmynd að vera með einhvers konar tekni eða myndsamkeppni fyrir yngsta stigið, þau sem ekki farin að skrifa frá þeir ennþá. Hugmyndi var svo að gera afmælisfána Borgarness núna í ár í tilefni þessu afmæli. Og þetta var, og síðan var á tveim eldri stígunum, miðstígunum og efsta stígunum, þar var ljóða og sögusamkeppni og var samt tiltekið að það var svona æskilegt að efnið væri líf og starf í Borgarnesi til eftir afmælinu. Og ég ætla þá fyrst að byrja 3 nemendur af yngsta stigi, ég vona þeir séu allir hérna, það er sem sagt Katrín Jóhannesdóttir úr 3. bekk og Davíð Örn Guðmundsson úr 2. bekk og Jóhannes Már Ragnarsson úr 1. bekk. Þau að koma hérna upp á pall. Og þetta eru sem sagt þeir 3 meðlaunahafar í fánasamkeppninni og eins og Guðmundur sagði áðan að hann uppi stigann hérna í Vesturálmunni og þar getur við skoðað þetta þegar þið skoðið sýninguna í ró og næði. Og Jón ætlar að hafa þetta þá er það miðstíð, það er sem sagt samkeppni ljóð og smásögur og við gerum það ekki upp á milli, heldur við að byrja sem sagt Sigríði Aðils Magnúsdóttur, 4. bekk að koma hérna upp og Birgittu Jóhannsdóttur og Brynju Baldursdóttur og Sigríði Helgadóttur í 7. bekk. Þetta eru sem sagt verðlaunahafar á miðstíginu og það eru 2 sem skrifuðu sögur, það er Sigríður og Brynja og síðan er það Birgitta og Sigríður yngri sem sagt skrifuðu ljóð. Og þarna var mjög mikil þáttaka á miðstíginu og ýmislegt sem kom til greina, en þetta eru sem verðlaunahafarnir og Jón afhendir þeim verðlaun.
Og þá eftir útskýrið og salar og njóta þess sem þar á mótorum. Við langar líka til þess að byrja ykkur að láta, ég vil nú leyfa mér að segja, hróður þessara sýningar berast út fyrir veggi og skora á sem allra flesta morgnisingar að láta sjá sig hér á morgun ef þið ekki komið í dag. Alltaf vinur og vandanir, takk fyrir. Það er að lykta upp eftir því. Já, þess vegna var. Dæmi myndverk nemanda. Besta
Til að hlusta tæknimyndavél, þið horfið hér í, þá kemur svo gluggi og svo ég maður sjá vasaklukka? Já, þetta er bara inn í. Já, við erum að fá eitthvað við þetta. Hvað kostar það? Hvað kostar vasaklukkan? Hún er rauð. Það kostar búðin á horn. 2 grunn. Æjú, það er ekki svona. Á hvað segir það þetta? Stundamyndin. Hvað? Sigurður með Sigur hvað er hvað? Nei. Hvað segirðu? Þessi mynd var valin sem hugmynd af fánanum sem er hér úti. Þetta var ein hugmyndin hjá litlu börnunum, þetta er allt 6 ára börn.